Góðan dag og komiði sæl og í dag þá ætla ég að sýna ykkur hvernig ég er að ganga frá ækorkantinum á Móberg peysunni sem að ég var að búa til uppskrift af núna í vor. Og falleg, fínleg peysa og og gengi allstaðar frá með ækorkanti eða snúrjaðri. Þá verður hún voða svona fínleg og falleg og allir litirnir saman koma afskaplega vel út. Ég er einnig líka rosalega hrifin af samskiptalausu prjóni og reyni alltaf að finna leiðir til að það sé allt án samskipta og hægt sé að fela öll samskipti. Mér finnst alltaf voða leiðilegt að sjá svona gróf samskipti, þannig að ég er alltaf svona að reyna að finna einhverja leiðir til að gera samskiptin betri. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig ég gerir samskiptin á ækorkantinu á peysunni og finnst mér þetta bara fín aðferð af því að þá eru lykkjurnar tilbúnar sem ég þarf að nota í lokin til að lykkja saman. Hérna er ég með 3 þræði á móhair sem ég legg saman og svo bý ég til lykkju sem ég set upp á 1 prjón. Þetta er einu skipti sem ég nota 5 svona sokkaprjón en þetta er svolítið styrt en það er allt í lagi. Og núna þurfum við að gera 3 lykkjur á þennan prjón og 3 lykkjur á þennan prjón sem verður svo í sitt hvora áttina. Hérna kemur lykkja 1 og hérna lykkja 2 og hérna lykkja 3. Og svo vef ég síðustu lykkjuna svo að sé líka 3 lykkjur á neðri prjóninu, það sem upphaflega lykkjan er. Þetta þarf ekki að vera rosa fast, þetta er bara við lögum þetta, við þéttum þetta eftir. Bara svo maður ná þessu auðveldlega upp og ég set lykkjurnar á svona lopapeysu nælu. Ég var að reyna að setja á prjónalykju, á svona prjónamerki og það gekk svo illa hjá mér. Ég ákvað bara að ná í svona stóra nælu og skiptir í rauninni ekki máli hvað maður nota, bara að maður ná ykkur til að halda lykkjunum á. Svo er bara hægt að herða, það herðist það bara venjulega. Núna flytjum við þessa lykkjur með bandi fyrir ofan svo að þriðja lykkjan haldist á prjónamerkinu eða nælunni og flyt lykkjurnar 3 yfir á prjónin sem ég ætla að byrja að prjóna með. Svona. Og þá helst ennþá endin með þessari lykkju sem er á prjónamerkinu. Svo gerir maður bara eins og þegar maður prjóna ækort, þá byrjar maður alltaf á fyrstu lykkju og prjóna fyrstu 2. Þetta er alltaf svolítið óþjált fyrstu umferð finnst mér. Svona. Nú er ég búin að prjóna 2 og þá kemur 3. lykkjan, þá tek ég hann upp á hægri hendi, prjóna þessa lykkju og steypa henni yfir. Og þá þarf alltaf að steypa 3. lykkjunni yfir þessa lykkju vegna þess að annars, ég skal sýna ykkur það hvernig það kemur annars út ef við snúum þessu við. Þá kemur svarta lykkjan ofan á það, það henda mér ekki en í einhverju tilfellum þá getur verið nauðsynlegt að hafa svarta línu ofan á. Þannig að þá er þetta munurinn. Hérna er svarta lykkjan undir og hérna kemur svarta lykkjan ofan á. Þannig að þið sjáið hvernig munurinn verður á ækortinu. Svo held ég áfram með ækortin. En ég reyni eins og það sem er svolítið bil á milli. Þá reyni ég bara að búa til lykkjur til þess að fela það og prjóna þá 2 saman og felli yfir. Þá minnkar bilið á milli. Og þetta er eitthvað svona sem maður verður bara að meta sjálfur, hvernig maður vill hafa. Ég vil ekki hafa göt og þá reyni ég að fylla upp í götin með því að ná í þræði, snúa upp að þá til þess að strekkja, prjóna saman
og felli yfir. Og þá sjáu þið hvernig línan myndast og hérna eru lykkjurnar 3 sem að lykkja sama við í upphafi svo að það ekki sjást nein samskipti. Við skulum bara klára hérna klaufina. Og svona tekju upp lykkju líka þegar ég er að setja ermarnar, það sem koma göt, vegna sem er leiðast göt, alveg ægilega mikið. Og passam alltaf á að snúa lykkjunni vegna þess að þá verður hún svolítið stífar og toga kannski aðeins meira í og loka betur. Og fella af. Já, 2 lykkjur eftir. Svona. Og svona. Þá er búið. Nei, það er ein lykkja en það eftir. Ég sný alltaf upp á lykkjurnar. Svona. Og þá verður frágangurinn svona. Bara voða svona mjúka línur. Og ég skipti yfir á prjóna númer 3 því ég ger þetta. Ég átta mig á því núna að ég er ennþá með 375 hérna sem að, en ég þarf að skipta yfir á prjóna númer 3. Þannig að svo er lykkja saman við þessa lykkjur og gengi bara frá endanum á síðustu lykkjunu svo rakna ekki upp. Og getur verið að ég geri myndband af því ég var komið svo langt. En þá lítur ækortkanturinn svona út. Puntar peysuna alveg ótrúlega mikið. Ég er með aðra peysu sem ég er búin að gera ækortkantina á hálsmálið og ermarnar. Og þá sjáu þið hvað þetta gerir ofsalega mikið fyrir peysuna að hafa svona 3 litan ækort. Þannig og svona smá bling og svona, það er allt mjög nauðsynlegt. Til dæmis þá er ég ekki byrjuð að gera svona lykkjur, búa til lykkjur til að lykkja saman. Og ég er búin að vera að hugsa þetta aðeins hvernig ég ætti að gera þetta og þetta er besta aðferðin held ég. Og hér til dæmis, hér mun sjást munur ef ég rekja ekki upp en það er voða erfitt að rekja móher upp. Svo mjög líklega þá mun ég reyna að splæsa þetta fallega saman. Þetta er aftan á bakinu, þessi samskipti. Þannig ég vona að þetta hjálpi ykkur að ganga frá bæði klaufinni og byrja ækort án þess að hafa samskipti. Og svo býð kannski til nýtt vídeó það hvernig maður lykkja saman í lokin. Takk fyrir að horfa og gangi ykkur vel.